Komiði sæl og verið hjartanlega velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem að heilsar ykkur. Á morgun laugardag 19. júní, kvenréttindadagurinn sjálfur og við ætlum þess vegna að byrja þáttinn á því að tala aðeins kvenréttindi og ég hef komið með góðan gest hingað til mín, það Valgerður H. Bjarnadóttir. Vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Takk fyrir að bjóða mér. Já, bara okkar ánægjan að fá þig og ef við byrjum á að tala þennan merkilega málaflokka, hvar stöndum við í baráttunni? Ég held að við stöndum nú bara nokkuð vel hér á landi í baráttunni. Auðvitað má og þarf að gera miklu betur. En mér finnst, nú ég komin hátt í 70 og hef verið í þessari baráttu í dálítið marga áratugi og það hefur auðvitað alveg gífurlega mikið gerst á þeim árum. Og ef við hugsum það að kvenréttindadagurinn, hann verður til 19. júní sem sagt, vegna þess að 1915, fyrir bara rétt rúmum 100 árum síðan, þá var staðfest, samþykkt eða lög það að reyndar konur yfir fertugt fengju að kjósa og fengju kjörgengi til Alþingis. Það var komið áður kjörgengi og kosningaréttur til bæjarstjórna en þarna var sem sagt samþykkt að við gætum verið með á Alþingi. Og ef ég bara hugsa þetta svona í, mér líka að segja Andra Snæs tímabilum því að hann tengir gjarna þetta með hvað var amma mín gömul, bara til þess að sjá hvað í rauninni stutt síðan eitthvað gerðist. Að amma mín, þegar hún verður 20 eða 21 árs eins og lengi var kosningarétturinn, þá hún ekki með kosningarétt. Sem sagt, amma mín fær ekki kosningarétt fyrr en undir 30. Og þannig að það, og hvað þýðir það? Hvað þýðir það að konur fengu ekki kosningarétt fyrr en þarna? 1915 og í rauninni ekki fyrsta konan kjörin á Alþingi fyrir 1922. Það þýðir það að konur þær þóttu ekki hafa dómgreind í rauninni. Já, það gætu verið tvær ástæður, annarkvort að þær hafi ekki dómgreind til að kjósa. Að það sé hin almenna skoðun fyrir 100 árum síðan. Já. Eða rúmlega það. Mm-hmm. Eða að þær séu svo hættulegar, skoðanir þeirra séu svo hættulegar. Já. Að það sé hættulegt að láta þær kjósa. Og þetta, svona viðhorf, það var mörg þúsund ára gamalt. Og það tekur meira en nokkra áratugi að breyta mörg þúsund ára viðhorfum. Já. Þannig að ég þegar ég hugsa þetta í þessu samhengi, hvað það í rauninni stutt síðan þetta gerðist og hvað við höfum þó mjakast langt á þessum tíma, þá ég bara sæmilega ánægð með það. Hins vegar það þannig að í okkur öllum, bæði konum og körlum, ennþá dálítið sterkt einhvers staðar undir niðri þetta viðhorf. Já. Annars vegar að skoðanir kvenna geti verið hættulegar og hins vegar að við höfum bara ekki dómgreind. Að við treystum betur körlum. Já. Það kannski sterkara í körlum en það líka mjög sterkt í mörgum konum. Já. Þetta eitthvað sem við þurfum að vera meðvituð um. Við þurfum að vera mjög meðvituð það og bara að það í okkur sjálfum. Já. Ég meina, ég rek mig á þetta í sjálfri mér endalaust. Að ég þarf að minna mig á, býttu, heyrðu, hvað að þér, kona? Þú hugsaðu nú aðeins um. Já. Vegna þess að þetta er stimplað inn í genamengið okkar, einhvers staðar. Og þess vegna þarf maður að vera vakandi, hugsa af hverju finnst mér þetta, af hverju hugsa ég það og grípa sig, standa sig þá á verki. Já. Það mikilvægt, En þetta eins og segir þetta mikill árangur sem hefur náðust á bara rétt rúmri öld. Það mikill árangur og rétt rúmri öld og það var nú töluverð stöðnun þarna í kringum stríðsárin og þetta, þannig að í rauninni fer ekkert á hreyfingu almennilega í þá átt sem við erum núna fyrir en
upp úr 1970 með kvennafrídeginum og því. Fram að því þá er þetta svona 1, 2 eða engin upp í sko 3 konur á Alþingi og valla það sko. Og ef við hugsum bara kosningaréttin, en það auðvitað endurspeglar að einhverju leyti, eða sem sagt Alþingis, hlutfallið á Alþingi, það endurspeglar að einhverju leyti viðhorfið í samfélaginu. Og það var eins í sveitarstjórnum. Ég fór hér inn í á lista kvennaframboðsins 1982 inn í bæjarstjórn hérna á Akureyri og þá hafði árum saman alltaf verið 1 kona í bæjarstjórn. Og þarna komumst við svo inn sko 3 strax og það merkilega gerðist reyndar á því kjörtímabili vegna þess að svo margir oddvitar hættu að við vorum tíma, eða í lok kjörtímabilsins voru 6 konur og 5 karlar. Þannig að við vorum í meirihluta sem var auðvitað bara mjög, sko það var ákveðin tilviljun sem réði en vegna þess að vegna kvennaframboðsins þá settu hinir flokkarnir konur í annað sætið. Og þegar oddvitarnir hættu þá voru konur allt í einu orðnar oddvitar í mörgum flokkum. Og þannig að svona, mjög merkilegt. Já, mjög merkilegt. Svo datt það nú aftur aðeins niður en það auðvitað bara, það hefur náðst stórkostlegur árangur og það langt í land með að við finnum þetta jafnvægi milli kynjanna og við þurfum að vera ennþá mjög vakandi. Að sjálfsögðu, við megum ekkert sofna á verðinu. Nei, við megum það ekki. Og það náttúrulega hægt að tína niður þeim árangri sem hefur náðst ef við pössum okkur ekki. Já, og hann alltaf að tínast niður, sko við förum, sko öll mannkynssagan endalaus sko svona einhver bylgjugangur og það mikilvægt að muna það eða vita það að sko allar rannsóknir, fornleifarannsóknir og aðrar slíkar benda til þess að alveg þangað til fyrir svona 7000 árum síðan þá hafi ekki verið kynja misrétti á jörðinni. Það að segja að konur og auðvitað ekki réttindi eða misrétti í lagalegum skilningi vegna sem voru ekki lög fyrir 7000 árum síðan. En sem sagt að karlar og konur hafi verið jafn sett og jafn mikilvæg og litið á þessum jafn mikilvæg. Það allt sem bendir til að svo hafi verið alveg þangað til fyrir svona cirka 7000 árum síðan og miklu lengur sumstaðar. Þá gerist eitthvað, væntanlega eitthvað náttúrutengt og sem sagt einhver harðindi sem að gera það að verkum að það verður erfiðar að lifa og verður barátta brauðið einhvern veginn. Og þá fer af stað það sem við köllum feðraveldi. Og það hefur svo náð meiri og sterkari tökum í þessu 7000 ár. En það hefur alltaf verið bylgjur í því, þannig að öðru hverju hafa konur til dæmis í Evrópu, konur risið upp og víða í heiminum meiri segja enn þann dag í dag svokölluð mæðraveldi þar sem konur eru hið ráðandi kyn. Þó það sé ekki kúgun á körlum, þá eru konur samt í miðju, sko það ekki beinlínis valda píramíti en þær svona stýra frá miðjunni. Já, í innsta hring. Já, einmitt og þannig að á þessum árum sem við höfum verið að berjast fyrir jafnrétti, þá stundum náum við árangri og svo dettur svo árangur niður. Og svo náum við aftur árangur og svo dettur hann aðeins niður. Já, þannig þetta eru eðlilegar sveiflur. Þetta eru eðlilegar sveiflur en við þurfum að muna að árangur sem hefur náðst á öllum sviðum, hann getur alltaf fjarað hægt og rólega og jafnvel á þess að við tökum eftir því út. Þess vegna gott að nýta daginn á morgun í það að bara minna sig á hvert við erum komin og hvert við viljum fara og bara huga vel að þessu öllu. Það er bara mikilvægt og svona dagar eru einmitt mikilvægir til þess þó við eigum auðvitað að vera meðvituð það alla daga. Að sjálfsögðu. Það eru frábæri lokaorð. Við getum talað þetta í allan dag. Bara þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn og spjalla við mig þetta. Takk fyrir það.